Já, hvenær og hvernig býst fólki að fara eftirlaun? Þetta stór spurning og þetta eigum við öll að geta svara fyrir okkur sjálf. Eins og ég kom inn á þá erum við með þetta 3 stoða kerfi og þau tala mikið saman, þessar 3 stoðir. Það fyrsta stoðin, almannatryggingarnar, og þar eru eins og þá sett kom vel inn á að það eru tekjutengda greiðslur, þannig að eftir því sem við með meira út úr samtryggingunni að þá lækkar greiðslurnar frá almannatryggingum og einhverjir hafa lagt það mikið fyrir að þeir treysta bara ekkert á almannatryggingarnar og fá út úr annarri stoðinni. En fólk hefur val þarna. Það er ekki einhver einn lífeyristökualdur, hvorki sem litið til almannatrygginga eða lífeyrissjóðanna. Það er hægt að fara á snemmtöku og þá eru lægri ævilanga greiðslur. Það er líka hægt að fresta töku lífeyris og þá fá hærri ævilangan aldur. En þetta væri rosalega létt að reikna þetta ef við vissum hvað við myndum lifa lengi. En það er ekki alveg þannig. Og síðan er það viðbótarlífeyrissparnaðurinn sem er nú fyrst og fremst til þess fallinn að veita mikinn sveigjanleika. Hann er laus til útborgunar við 60 ára aldur og margir dreifa því á langan tíma og annað, þannig að það þarf að huga því hvernig þetta spila saman. En lífaldur, lögbundin og raun. Hér er yfirleitt miðað við eins og við sjáum hérna 67 ára aldur á Íslandi. En við erum þannig þjóð að það er mikið dyggð að vinna, þannig að við vinnum lengi í samanburði við aðra þjóðir og konur vinna til tæplega 66 ára aldurs að jafnaði og karlar rúmlega 68 ára aldurs. Þannig að lögbundin lífeyrisaldur það sveigjanleiki þarna á milli, sumir vinna lengur og jafnvel fram yfir 70 eins og við þekkjum og það er talsverð umræða það, þarf ég að hætta 70 sem ríkisstarfsmaður og annað, þannig að það er mikið svona, fólk þarf að huga því bara hvernig staða þeirra er hverju sinni. En það er svolítið áhugavert að sjá að konur fara á lífeyri tiltölulega fyrr en kallar, en það var nýlega könnun sem hafa gerð á vegum rannsóknarstofnunar lífeyrismála sem er nýlega stofnuð, að það eru svo mikið fylgni á milli þess að þeirra makinn fer á lífeyri. Og við vitum það að karlmenn, að það er yfirleitt að konur eru yngri að jafnaði, þótt að besta vinkona mín hún er 14 árum yngri heldur en maðurinn hennar og þau eru búin að gifta í áratugi en það er ekki normið. Yfirleitt er eitthvað svona smá aldursmunur á milli og það verður alveg svona leiðinin, hún bara leið á makinn fer á lífeyri, þá fer viðkomandi jafnframt á lífeyri sem það skilur mjög vel. En fjöldi einstaklinga á vinnualdri, ef við værum bara með kerfi þar sem að ríkið og skattgreiðendur þyrfti að bera allar greiðslurnar með skatti og öðru, bara framleiðnin í þjóðfélaginu þyrfti að bera uppi greiðslurnar, að þá verðum við að horfa bara hvernig er þjóðfélagið að þróast. Núna eru það bil 5,2 einstaklingar á vinnualdri fyrir hvern einstakling á eftirlaunaaldri sem er 67 ára og eldri. Þetta mun breytast gríðarlega hratt því að við erum að eignast færri börn og við erum að lifa lengur, en við höfum líka verið lánsöm, við erum verið að fá fullt af vinnuafli til okkar á besta aldri sem hefur verið að leggja hér inn í samfélagi. En þarna erum við með það kerfi að hafa byggt upp í sjóði, þannig að það er í rauninni hver og einn að svona safna fyrir sínum réttindum. Og þetta hefur verið gríðarlega farsælt skref. En það hefur rauninni núna, þessi kynslóð sem er á lífeyri, hún er rauninni búin að vera fjármagn á 2 kerfi, annars vegar í gegnum almannatryggingarnar og síðan að safna í sjóði fyrir sjálfan sig. Fjöldi ára á eftirlaunum og samanburður við önnur lönd, að þið sjáu það að kallar, þeir eru að jafnaði 19 ár á eftirlaunum og konur 23 ár. Og þarna þær fara aðeins fyrr á eftirlaun heldur en karlarnir og þær lifa örlítið lengur þótt að það bil sér svolítið að minnka þar á milli. En það er svolítið áhugavert að sjá til dæmis svona lönd sem ef við tökum Frakkland og Grikkland þar sem það er mikið álag á þessi lönd að halda uppi
alvöru framfærslu fyrir fólk sem komið á lífeyri því að þau hafa ekki sýnt á forsjálni að leggja á sjóði og það ennþá í menningu þeirra að hætta tiltölulega snemma á lífeyri og þá verður þessar líftölur, það eru færri á vinnumarkaði þannig að þetta eitthvað sem við þurfum að huga að hvernig við mótum inn í framtíðina. En það val og sveigjanleiki. Staða fólks ólík og það skiptir miklu máli eins og Þorsteinn kom inn á að huga vel að þessu bara í upphafi og þess vegna svo mikilvægt og dýrmætt að fá einmitt svona samtal við mannastjórana og þá sem koma rekstri fyrirtækja að eiga þetta samtal og geta svona frætt sitt fólk þegar það kemur og ráðið til vinnu. Ég vildi benda á lífeyrisskáttina, það ágætt svona byrjunarsskref. Það að fara inn í hana, það farið inn á innri vef hjá viðkomandi sjóði og það hægt að nálgast heildar yfirlit yfir þau réttindi sem þú átt í samtryggingasjóðum. En svo séreignin þar fyrir utan. Og í framtíðinni þá væntanlega verður hægt að gera þetta með einu klikki einhvers staðar, sé heildar. En núna þannig að þarna voðalega gott að byrja að sjá hver mín staða í samtryggingunni. Samtryggingarlífeyririnn, eins og ég kom áðan, það þetta frestatöku lífeyris og þá eru hærri ævilanga greiðslur. Það líka að fara snemmtökulífeyris og þá lægri ævilanga greiðslur en þeir sem ákveða að fara fyrr á lífeyri þeir þurfa líka að átta sig á því að þá þeir búin að fyrirgera áfallalífeyrinn sem getur verið með dýrmætur. Þú í rauninni með því að ákveða segjum bara 63 ára gamall að fara á eftirlaun svo verður fyrir starfsorkuskerðingu veikist og tapar því þá áfallalífeyrinn farin og þá ertu bara á lægri greiðslum af því að þú kaust að fara á snemmtökulífeyris. Þetta bara eitthvað sem að fólk þarf að vera meðvita við þessa ákvörðunartöku. Séreign, hún frjáls séreign, hún laus til útborgunar við 60 ára aldur og margir byrja að dreifinni þá og jafnvel að geyma hana bara og hún gangi til maka og barna við andlát því að hún erfist og hún hefur ekki áhrif á greiðslu frá almannatryggingu. Það öðruvísi heldur en samtryggingarréttindi. Síðan það tilgreind séreign, þetta tiltölulega ný afurð og það hluti af þessu mótframlagi launagreiðandans, 11,5%, hægt að leggja fyrir í séreign sem hefur fengið það nafn að vera tilgreind séreign og þá þetta hefja útborgun frá 62 ára til 67 dreifinni en svo hún bara alveg eins og hver önnur frjáls séreign við 67 ára aldur. En samspili við almannatryggingar, það getur skipt miklu máli að átta sig á því hvernig því háttað. Ég tók þessa mynd því að við erum með heimsmet í því að Ísland að borga meira úr lífeyrissjóðakerfinu til ellilífeyris. Ég held að það sé ekkert land í heimi þar sem að dökkasúlan sem frá ríkissjóði, Tryggingastofnun, ekki hærri heldur en þess greiðslurnar sem koma úr lífeyrissjóðum. Þannig þess vegna áhugavert að sjá eins og Þorsteinn segir að lífeyrissjóðakerfi raun og orðið okkar fyrsta stoð. Hitt svona öryggisneti, eitthvað annað. En það líka mjög erfið pólitík að ræða því að það fullt af fólki núna sem á lífeyri sem á ekki full mótu réttindi. Þannig að þetta alltaf hvaðan þú horfir á hlutina. Síðan það áfallalífeyrinn, örorkulífeyrinn að þar ríkið að greiða mun meira en það mikið af fólki sem að fæðist og hefur ekki haft getu og tækifæri til þess að vera nokkuð tíman á vinnumarkaði. Þannig að þar örorkulífeyrinn meiri þunga hjá ríkinu heldur en lífeyrissjóðunum. Tekjutengingarnar, þetta fór Þorsteinn ágætlega yfir, þið sjáið að þegar greiðslurnar eru komnar milli 700–800.000 að þá eru greiðslurnar frá almannatryggingum hættar. Síðan það þarf ekki að vera allt eða ekkert, fólk getur verið að vinna og farið á lífeyri. Það hægt að fara hálfan lífeyri frá 65 ára aldri frá Tryggingastofnun og þá þarftu jafnframt að hefja töku lífeyris frá lífeyrissjóði hálfan til þess að virkja þetta. Þetta kann að vera eitthvað áhugavert fyrir einhverja aðila sem enn á vinnumarkaði, ætla að vinna eitthvað minna, minnka við sig og fara á snemmtöku frá almannatryggingum og lífeyrissjóðunum og fresta jafnvel hinum helmingnum. En þarna sérstakt frítökumark á alla greiðslur 325.000 og svo jafnframt þetta 200.000 krónu frítökumark. Þannig að þetta eitthvað sem að fólk þarf kannski huga að en hefur mjög lítið verið notað.
Það eru mjög fáir sem að nýta sér þetta af einhverjum ástæðum, en ég held að væri áhugavert að benda fólki á að kynna sér, þetta eitthvað sem að gæti verið. Sérstaklega svona í starfslok, ætlar að vera eitthvað svona minnka við þig og eitthvað slíkt, sko. Þá gæti þetta verið eitthvað sem að gæti henta þig. En ég ætla að nota tækifæri hér og benda á heimasíðun okkar. Hún undir merkjum lífeyrismál.is og það heilmikið upplýsingum, málaflokkar og annað. Og það spurt og svarað sem hefur verið þróað í áraraðir og þar eru allar þessar svona helstu spurningar sem vakna á bæði ensku, íslensku og pólsku. Og við finnum að það mikið þörf á þessu, sérstaklega þegar við erum að fá mikið af erlendu vinnuafli, að þá mikil eftirspurn eftir því að geta verið með upplýsingarnar á þessum tungumálum. En þá ég bara búin að ljúka máli mín í bili og gefa henni Snædísi orðið en ég gjör svo vel.